Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við byrjum svona heldur seinna í kvöld. Við höfum verið með beinar útsendingar frá því að stjórnin féll til þess að reyna að ná svona vettvangi dagsins og kosningaumræðinni. En í kvöld þá ákváðum við að breyta til og horfa sjálf á kosningasjónvarpið á Stöð 2. Það nú ennþá í gangi, við eiginlega gáfumst upp á að bíða eftir því alveg að ljúka. Við erum hérna sem sagt allir ritstjórar Rauðaborðsins, en áður en ég kynni þau til leiks þá segi ég að eftir okkar spjall að þá í lok þáttarins er doktor Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur ætlar að ræða málin við Björn Þorláksson til dæmis spurninguna hvað er skynfinning og hvort það sé mikilvægt að ræða heimspeki í aðdraganda kosningana. Saga Unnsteinsdóttir, listahöfundur sem skipar 3. sæti á lista sósíalista í Norðausturkjördæmi, segir okkur frá kosningabaráttunni fyrir austan og frá friðarbaráttunni og öðrum kosningamálum og hún er mjög svona ánægð með að hafa tekið þátt í kosningabaráttunni og hvetur ungt fólk til þess að eiginlega kynnast samfélaginu svona frá sjónarhorni kosningabaráttunnar. Við heyrum í Yngva Ómari Sighvatssyni sem er starfandi formaður leigjendasamtakanna. Hann kemur til okkur og fer yfir úrslitin í könnun leigjendasamtakanna á árangri og svona úrræðum stjórnmálaflokkana í húsnæðismálunum. Lausnum þeirri í húsnæðiskrísunni og það er eiginlega æsispennandi sko. Hann fer yfir hverjir eru í neðsta sætinu og hverjir eru í efsta sætinu. Við förum líka út á götu og ræðum við almenning, svona pælum í því hvort fólk er búið að gera upp hug sinn. En fyrst erum við hér, það er Gunnar Smári Egilsson og Björn Þorláksson og María Lilja Þrastardóttir Kemp og Sigurjón Magnús Egilsson og ég heiti Oddný Eir. Og nú erum við kannski orðið pínu þreytt á að vera búin að tala um pólitík, þannig ég veit ekki hverju við eigum að bæta við, en má ég bara spyrja ykkur fyrst svona hvernig fannst ykkur þessi þáttur? Langur. Ég horfði líka á mbl.is í dag, þannig að ég er búin að vera heila vinnudag að hlusta á þetta fólk og er bara búin að fara. Ég verð að segja sko, það sem ég finnst eftirtekt að vera er það hvað fulltrúi Sósíalistaflokksins Sanna Magdalena, hvað hún kemur sterk inn. Hún talar ekki lengst en hún talar sem sagt, hún er mjög vel að sér því sem hún segja. Það er ekkert sem truflar jafnvæginar og meira þess að sýndu svona nýja hlið þegar hún var svona fyndin á svona bendi á ýmislegt sem ég veist bara hennar framganga finnst mér bera af. Já, hún komst nú ekki mikið að í morgunblaðsspjallinu í dag. Það var fantaskapur. Já, það var dálítið fantaskapur sko. Það var eiginlega bara búið svona ítinn út í hotn. Það var svona nett. Það var Sigmundur Davíð sem tók stjórnin á þættin. Hann ætlaði nú líka að taka stjórnin á þessum þætti í kvöld. Og þegar við gengum inn í stúdíu þá var hann svona var hann að gera ennina tilraun til að taka þáttinn yfir. Hvað fannst þér, María? Já, með þetta er þetta svolítið merkilegt þarna í eitt skiptið þegar hann reyndi mitt að taka yfir með útlendingahattrinu og það tók enginn undir og það gladdi mig virkilega. Ekki Bjarni eins og því? Nei, enginn og hann bara einhvern veginn svona virkaði eins og hann væri gjörsamlega bara einhvern veginn af hjörónum sko. Já, ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir því að ég er blaðamaður hér í þessu spjalli og álitsgjafi og bara beðin að koma hingað í þetta spjall af því að það er einhver misskilningur það þarna úti að menn séu hér eitthvað misnota aðstöðu sína. Sko, mér fannst þessi þáttur alls ekki góður. Ég reyndar veit ekki hvernig hún lauk af því að við erum sammála það að hann var orðinn það langur að við eiginlega bara gáfumst upp á því að bíða lengur. Mér fannst uppbygging hans ekki nógu vel heppnuð. Mér fannst blandað saman mikilli alvöru og málum sem að sannarlega þarf að ræða og hinu, svona léttleikanum og gríninu og eitthvað svoleiðis.
Þannig að ég svolítið hissa á þessari dagskrárgerð. Ég trúi því að TikTok-væðing stjórnmálanna, hún geti verið svona trójuhestur inn í áhuga ungs fólks á stjórnmálum og ég var vitna því bara í vikunni þegar ég satt með syni mínum 16 ára gömlum og við vorum að horfa á Kappleikastöðvar 2 í fyrra kvöld held ég, að honum fannst það frábær pólitískur sjónvarpsþáttur af því að hann var léttur og fyrir 16 ára barn þá getur þetta verið mjög góð leið. En mér fannst þátturinn í kvöld, það allt of stutt í kosningar, það allt of mikið undir, ágreiningsmálin eru allt of hörð, það blóðugt stríð það hverjir ná völdum og það mjög mikil óánægja með þessa ríkisstjórn og mér fannst þátturinn í kvöld ekki endurspegla þann þunga sem úti í samfélaginu kosningaúrslitin, bara svona til að byrja með. Hvað segir þú, Gunnar Smári? Mér finnst kostur að það var reynt að taka 2 stór mál sem að almenningur hefur sagt að kosningarnir eigi að snúast annars var heilbrigðismálin og eins var húsnæðismálin. Þannig það voru svona 2 svona stórar hlussur. Það vera vel gert að því að mér finnst aðrir þættir sem að verið séð, það var alltaf verið að flakka svona milli og svona, það var svona dvalið svolítið í þessu. Ekki það að maður sé kannski einhverju miklu nær, að því að bæði í heilbrigðismálum og húsnæðismálum þá fólk að tala hingað og þangað og þetta einhvern veginn nær ekki að verða svona, já, til dæmis hugmyndir eins eru borðnar undir næsta, það bara, kannski er þetta margir og kannski bara umræðan bara óþroska og kannski eru við bara átt okkur á því að þessi kosningar bara þau múin að vera furðulega stutt en mér fannst þetta eiginlega svona fyrsta skipti þar sem að maður sá þetta fólk vera að ræða heilbrigðismál og húsnæðismál og einhverju svona, þar sem var svona eitthvað í áttina að væri umræðan sem ég held að fólk sé að kalla eftir. Ja, það var bara að fara að kjósa ekki morguninn. Þannig að einhver leiti... Þetta kom líka svolítið, hún Sanna var náttúrulega tók af skarið og var ósammála eiginlega öllum í húsnæðismálunum og talaði bara þetta óhagnaðardrifna og félagslegu valkosti og þá var skipti yfir á Bjarna og hann var einhvern veginn bara mjög svona skringilegur þegar hann talaði að væri búið að markaðsvæða allt húsnæðiskerfið og kemur einmitt seinna fram í þættunum að Sjálfstæðisflokkurinn fekk falleinkunn neðstur á listanum hjá leigjendasamtökunum bæði fyrir kaupendur og leigjendur en Kristrún tók nú undir orð Sönnu Þannig voru þær þá bara 2? Mér finnst að gera það nokkru sinnum voru svona alltaf neikandi svona. Já, það og sumleiti þetta svona... Hvað lesi út úr því? Hvað lesi út úr því? Ég meina, Sanna var náttúrulega bara að tala út frá svona klassískri félagshyggju sem hét sósíalismi í Galanda og og ég meina Kristrún bara jánkar því að... En Kristrún var líka komin með eitt frasa frá sósíalistum ef þú vilt breytingar, skaltu kjósa breytingar að Kristrún var komin með hann, ég var eitthvað aðeins að hugsa hvort að hún væri farin að færast nær sósíalistunum. Já, það stundu sagt að svona þáttur nefnilega góður oft bara hvað það varðar að við fylgjumst með svipbrigðum. Sá sem ekki hefur orðið, stundum hefur það jafnvel meira að segja líðan innri mann. Það gerir það ágætlega þessu þetta. Akkurat, mjög vel. Og pródúseringin, ég alveg sammála Smára með það að það var flott umræða, djúp umræða tiltekin mál. En mér varst verið að blanda saman eplum og appelsínum. En Kristrún, þið þurfa að ræða það og hennar sambandi Sönnu þarna, hún sýndi alltaf sómakennd, hún sýndi alltaf háttvísi. Bjarni Benediktsson, hann virkaði ekki eins og landsfaðirinn í þessari útsetningu. Tókuð eftir... Það var ekki Sigmundur Davíð. Nei, og alls ekki. Hann var nú bara, ég veit ekki hvað hann var. Það var fórsætisráðherra. Það hefði náttúrulega getað leikið bara fórsætisráðherra. Akkurat, þessir tveir, Guðni forseti, hann sagði oft í ræðum, ef þú ætlar að sparka, þá allt í lagi að sparka, en sparkaði bara upp fyrir því í vald, ekki niður. Það er ekki decency, það er engin sómakennd hjá, sem að noti nú hugtæki sem að Guðni notaði gagnvart Davíð í forstaframbúðinu fyrir allmörgum árum, að það er engin sómakennd fólgin í því að Bjarni Benediktsson og Sigmundur Davíð sýni með svipbrigðum þegar Sanna eða aðrir nýliðar í pólitík sem eru með ekkert vald bak við sig miðað við valdi sem að þessir kallar hafa haft og einmitt báðir forsætisráðherrar fyrrverandi eða núverandi. Mér finnst mjög upplýsandi að sjá
hvað í rauninni voru mikið að reyna að sparka niður í þá sem að minna vald hafa með svipbriðum sínum, með því að nei og eitthvað svona, og mér fannst þeir bara algjörlega núll landsföðurlegir. Það segir mér að þeir eru að fara á taugum. Mér finnst þetta, ég tók eftir því sko, mér fannst Bjarni ekki missa sig núna. Hann var ekki svona reiður og hann svona var ekki í sömu deild og Sigmundur Davíð sem var mjög sérkilnur. Kannski þetta langt fyrir hann svona eins og okkur. Nei, þetta uppgjör bara sko, flokkurnas mælist alveg skammarlega lágur og kannski mann bara orðin þreyttur á andstrimminu. Mér fannst það svona, ég segi svo Björn, annars var hann svona svolítið eins og eineltistutti pínu, en líka stressaður, eins og þarna þegar að kom með jarðirnar og sölu jarða og sölu landsins, þá var hann bara eitthvað tuldra einhver frumvörp sem hann væri að vinna í og væri búið að selja vatni, væri verið að selja vatni til stórfyrirtækja, sko, hann greinlega finnur að þetta ekki vinsælt, sko, út á landi. Það er eitt athyglisvert í þessu, að því að engin stjórnarflokkana vill gangast við ábyrgð á ríkisstjórninni. Það var farið allir í kosningabarátuna eins og stjórnarandstöðuflokkar. En þau voru þarna allt í einu birtist ríkisstjórnin bara aftur. Af því að bæði sérstaklega Svandís og Bjarni voru mikið að verja verk ríkisstjórnarinnar og sérstaklega Svandís og svo líka Sigurður Ingi. Af því að það er bara að þeir eru svona sótt að þeim að þá bara detta þau bara automatist í það, nei, víst voru við að gera þetta og við gerum þetta, sem er eiginlega alveg öfugt við það sem að allur svona boðskapurinn í kringum flokkana er að þau vilja bara ekkert kannast þessu ríkisstjórn. Sigurður Ingi var svona skástur að þeim, sko, hann var svona gleði í honum svona af og til, svona sjálfsörugar en maður síðan áður. En sko, af því einhver sagði að einhver hefði verið þreytulegur, mér fannst mörg þeirra að vera þreytuleg. Þetta er auðvitað ofboðslega knappur tími. Fólk er búið að vera bara sofa valla. Og mér fannst sum þeirra buguð og mér fannst sum þeirra ekki ná vopnum sínum. Ég verð bara að segja eins og er. Mér fannst Svandís Svavarsdóttir bara buguð. Mér fannst henni ekki ganga. Líka í Mogganum í morgun, sko. Í Mogganum í morgun, það voru líka bara mjög dauf. Já, en ef ég ætti að nefna einhverja, þið eru sammála að Sanna hafi staðið sig vel, ég tek undir það, en ef ég ætti að velja einhvern einn sem ég fannst með mestu glóðina, mesta fókusinn, mestu löngunina til þess að vinna þessar kosningar alveg svakalega og taka alla reynsluna sem hefur safnast upp, þá er það Kristrún Frostadóttir. Mér fannst hún mjög sterk í þessari umræðu. Mér fannst að mjög snemma, þá segir hún að það er dauðafæri að mynda jafnaðarmanna ríkisstjórn og sendir mjög ákveðin skilaboð einhvern veginn inn í þáttinn og allt hennar gekk út á það að nú væru svona einhver hvörf og hún er augljóslega ekki skotin í Miðflokki og Sjálfstæðisflokki samkvæmt því sem að hún var að sýna okkur í kvöld og mér fannst hún taka þetta kvöld að mikil alvöru, bara svo ég svona nefni góða framistu. Þær tvær voru náttúrulega í fyrsta skipti í þessu hlutverki, Kristrún og Sanna og hinn eru náttúrulega búin að vera þarna svolítið oft og svo var náttúrulega einn auka þarna, Arnar, sem var alltaf að tala bara vaktina ykkar og talaði við þau öll svona sem eina heild, að þau klikka bara. En ég meina hinn þarna þessi eldri það er náttúrulega lítið traust á þinginu og stjórnmálunum og þannig að sömunni eru þau öll í svolítið svona veikri stöð og erfitt fyrir að segja að þau ætla að gera eitthvað nýtt en það er svona Sanna og Kristrún hafa umfram hinn að hafa ekki verið alveg þáttakandur í þessu. Alveg rétt. Já, hún talaði Kristrún dauðafæri líka til að hrista upp í kerfinu, þannig að hún var svona að koma fram með vera svona hugrakk ég veit ekki, mér finnst þetta óþægilegt kemur líka með kerfinu, hvað þýðir það? Það veit enginn. Nei, það sem er kannski óþægilegt er það er svo margt hún var í líka auglýsingum var þarna með sleggjuna mölva þetta er svona outsiderinn að það er í okkar heimsluta þá er það þeir sem er að vinna kostningar eru þeir sem að koma einhvern veginn utan að kannski hún að bara spila inn á það. En það er kannski minna til dæmis í húsnæðismálunum allavega er kannski minna einhverjar svona raunhæfar lausnir hjá Samfylkingunni þannig að maður verður þá bara að sjá, það er ekki alveg nóg að vera bara með töffara brag. Ég eru búin að vera svolítið út allt líka í þessari baráttu ég veit ekki ennþá hvar ég hef Samfylkinguna nákvæmlega
þau einhvern veginn völdu sér, ég meina til að byrja með þá ætluðu þau þarna bara útilokuðu ekki samstarf með Sjálfstæðisflokki, Miðflokki einu sinni í samkvæmt TikTok og þetta er búið að vera svona svolítið sundurleitt sko. Svo það Þorgerður Katrín, hún kom sterk inn hérna, hún talaði nú svolítið mikið svona kvartar yfir því líka í mokkanum og kvartar svona yfir því hún fá ekki nóg að tala en tóku bara yfir seinni hlutan Þorgerður og Sigmundur Davíð. Sigmundur Davíð reyndi nú að taka þennan þátt yfir líka. Hann er ægilega frekur til orðsins og orðsvæðis. Hún ofmeta svolítið svona sem einhver skemmtikraftur en hún talaði með það Hann er að reyna að vera fyndin. Nei, ekki alveg svona en Þorgerður talaði með það frjálslyndu miðju. Það er svona það var hérna orðið sem ég glósaði eftir henni. Hún leggur alltaf skoðanakannir núna, þá verður þetta náttúrulega sko hérna Samfylking og hérna Viðreisn og hver verður þriðji flokkur? Það er hægt að ná svona í könnunu núna er það kannski með 30 þingmenn en það ættu kannski að ná svona 27 þannig að það vantar eitthvað upp á. Og það verður hérna ef að Framsóknarflokkur verður á þingi þá vil hann vera þarna, ef að Píratarnir á þingi þá vilja þeir vera þarna. Ég held að ef að sósíalistarnir er á þingi þá vilja þeir vera þarna. Ég veit ekki hvort að Flokkur fólksins hendi inn í þetta. Það er svona erfitt ólíkindatól Flokkur fólksins. Stundum framan af kosningabaráttu fyrstu sættirnir mun ekki þegar var þarna silfrið þar sem sátu öll til borðs. Og þá var hérna kosningabaráttan ekki byrjuð og þá svona var talað að hafi verið svona hvað er þetta kallað þegar svona kallar eru hrifnir hvort öðrum. Brómans. Já, brómans á milli Bjarna og Sigmundar og þá fannst manni svona Inga vera svona meira í þeirra liði. Að einhver leiti er hún bara þannig hérna, ég held að hún er bara þannig típa einhvern veginn að svona arti-farti liðið í Samfylkingunni og VG fyrir taugarnar á henni sko. Finnst það svona alltaf að horfa niður á hana því hún er svona alþýðleg og svona. Þannig að hún fær svona meira skjól í svona miðflóknum og Sjálfstæðisflokknum finnst manni stundum. En svo þegar við líða á kosningabaráttunum þá finnst manni að vera að fjarlægjast þetta. Og það getur vel verið að það sé hort til þess að möguleiki Flokks fólksins sé að vera með henni svokölluðu frjálslyndu miðju. En hún er sagt til lengi reyndar að kom ekki til greina að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Er ekki rétt það? Nei, svo var það. Nei, það var nefnilega breyttist eitthvað núna í þessari knöppu baráttu. Það er nefnilega svona, eins og því við vorum að tala um hérna dagskrárgerðina og svona formið á, það vantar að þetta er svo stutt og ég held að við getum lært af þessu bara að sko það þarf ekki kosningabaráttu stutt ekki þessi þáttu sem voru að horfa á. Já, nei, hann var bara jafnlangur á kosningabaráttu. Er hann bara ennþá í loftinu? Já, hann er bara ongoing. Það er enginn veit neitt. En hérna, það er bara sko það sem að mér þykir vanta og svona eftir á að hyggja og það er kannski svona skýrari rammi utan málefni. Það er sem sagt að fá bara í staðinn fyrir að fá bara eitt svona flatt pallborð þar sem allir tala onni hvernig annan að það sé tekin fyrir bara viss málefni sem bara húsnæðismálin og hérna höfum við bara það sem að flokkarnir hafa fram að færa. Ég held að þessi þáttur hefur verið bara kannski viku fyrr og verið bara húsnæðismál annars vegar og svo heilbrigðismál. Ég held að það hefði gert sko kosningabaráttunni gagn því að það er ekki, mér finnst það ekki fyrir núna að það er orðið ljóst að kannski verið kosið húsnæðismál. Já, mér finnst líka hérna. En verðum við ekki samt að segja það fyrir ekki öll að hrósa okkur aðeins sjálf leiðilegt að gera það. En fjölmiðlarnir hafa ekki verið með neinn svona málefnaleg pallborð. Það eru bara eiginlega kýlt á kappræðuna. Kastljós hefur verið með svona korter þar sem það tekið fyrir einstök mál og tala við sérfræðinga og líka spurt eitthvað svona almenning. En það er náttúrulega frekar erfitt að afgreiða stór og flókin mál í einhverju svona korters. Ja, líka áðan, sko. Það, hérna Sigur Ingi sem var hérna innanríkisráðherra innviðaráðherra stóra hluta af kjörtímabilinu og við höfum oft verið gantast með það hvað nátti margar glæru eða hvort það var alltaf með sömu glæruna það var að tilkynna uppbyggingu hér og það svo kemur það með þetta aftur núna ef þessi þáttur hefði bara verið húsnæðismál þá væru hín með tilbúið, tölurnar til að reka hann gat ef hann er að fara með rátt mál en það er ekki þegar þetta er svona bara súpa bara eitthvað og þá getur ekki verið undirbúin fyrir allt
En ef þetta hefði verið húsnæðismál, að þá hefði verið sko mikið skemmtilegur umræða því að þá hefði kannski komið andmæli við því sem maðurinn var að segja og einhverja staðreyndir kannski bara sko stungið onni hann aftur. Þetta þess vegna þetta er svo laust svona. Og bara reynsla almennings og bara svona, þú veist, það alls konar sem hægt að safna til, ég meina eins og við höfum reynt að gera hér svona. Flokkarnir að leita að lausnum og Sigurður Ingi sagði hann að ráði mann sem að, það var nú Sigmundur svolítið fyndinn þegar hann sagði, er það lausnir að ráða mann sem að vera að skila ykkur í apríl. En ég meina hann hafði ráðið mann til þess að aðtók að vera að búa til sko norrænt íbúðalánasjóðakerfi. Og við sósíaldemókratar lögðum það nú til fyrir 3 árum í kosningunum og erum aftur með það núna. Og Flokkur fólksins líklega með árum frá Ragnari Ingólfssyni er með dönsku leiðina sem er eiginlega svona tillaga sem að þróið inn í alþýðusambandinu. Ég held meiri sig að svo langt að það hafi verið á tíma hans Gylfa. Þannig að alþýðusambandið hefur lengi verið með þetta. Ef að umræðan hefði fengið að fara aðeins lengur og kannski í nokkra daga, þá kannski kæmi ljós að það væri raunverulega meiri hluti á flokkunum að þetta væri vandinn. Það væri ekki hægt að fara áfram með það að ætla að byggja húsnæðiskerfi upp á það að það væri bara markaðslán frá viðskiptabönkunum. Heldur verður bara að gera eins og þjóðir hafa gert þegar þeir eru að byggja upp húsnæðisegn almennings, að vera með eitthvað og við höfum gert að vera með eitthvað verndakerfi þar sem almenningur hefur aðgengi að lánum á lægri vöxtum en er ekki bara háð einhverjum ég held að raunvextir á íbúðalánum í dag séu 10,5%. Sko það sem þessi kosningabarátta hefur skilað, hvað sem kemur upp úr kjörkursunum á laugardag, er að það hefur mjög mikil umræða orðið mikilvægi félagslegra lausna í húsnæðiskerfinu. Þeir voru ansi margir frambjóðendurnir í kvöld og sumir úr nokkuð óvæntum áttum sem að töluðum að gera Landsbankana að einhverjum samfélagsbanka og það er allt öðruvísi orðræða núna á síðustu metrum þessara kosningabaráttu en við heyrðum á meðan þessi ríkisstjórn satt. Ég vil nú taka undir hrósið að einhverju leiti þá þakka maður samstöðinni það. Hér hefur orðið til mjög mikið súrefni, mjög mikið fóður í málefnalega umræðu og hér er allt öðruvísi tjáning búin að vera síðan, ég meina ég var að aka yfir Holtavörðuheiðina á leiðinu frá Mývatnssveit til Reykjavíkur þennan sunnudag og allt í einu heldur Bjarni blaðamannafund og hann boðaði til kosninga. Ég er strax komin í kontakt við Gunnar Smára og við förum í beina útsendingu bara strax og við erum bara búin að vera í beinni útsendingu nánast síðan að Bjarni boðar til kosninga. Það eru 100 klukkustunda hér af flottu efni þjóðfélagsmál, allt fólkið 100.000 manna, ég veit ekki hvað mörg það hafa verið. Við skulum bara segja það. Það er hægt að segja líka við séum svolítið þreyttir og líka. Sko ég sá bara framlengingu á samstöðarumræðinni í kosningaþættinum áðan og mér finnst það bara frábært. Við vorum alltaf að reyna að draga inn eitthvað svona málefni inn í umræðun okkar á meðan að mér fannst svona aðri miðlar og kannski út af því gátum við verið að fjalla svona meira málefni og svona því að það var farið meira út í svona hefðbundið framboðsfunda stíl sko. Þeir eru margfalt meira pólitískt efni heldur en öllum hínum saman. Silfrið á mánudagskvöldið var eitt mesta hneyksli sem ég hef séð. Svona PR-menn einhverjir. Þetta er bara með ólíkindum. Það eru 5 dagar í kosningar. Við erum með hana þátt sem heitir Silfrið og þau pössuðu sig á því að tipla ekki, sko kom ekki nálægt neinu sem raunverulega skiptir einhverju máli. Og svo heyrir maður einhverja prófessora í fjölmiðlafræði eins og Birgir Guðmundsson tala að fjölmiðlar hafi staðið sig alveg stórkostlega og þetta sé alveg frábært og öll þessi podcast og eitthvað svona ég bara, býtu, á hvaða plánetu býrðu? Mér finnst Ríkisútvarpið bara hafa staðið sig mjög illa. Nú er þetta búið að vera mjög knappi tími þó að þetta hafi liðið einhvern veginn, manni líðið svona eftir á, ef maður lítið tilbaka eins og þetta séu
2 ár. Einfallega vegna þess að það hefur nefnilega svo margt gerst í þessari kosningabaráttu. Það svo allir skandalefnir. Það er Þeir eru bara risið og nýið og ég meina... og þeir eru bara einhvern veginn svona koma og fara. Þetta einhvern veginn svona og áframhöldu við einhvern veginn að því að tíminn var svo stuttur og það næst ekki að gera nokkuð skapaðan hlut upp. Við erum löngu búin að gleyma og hægt að tala um það að þessa samningagerð Bjarna Benediktssonar og Jóns Gunnarssonar sem var sko skandal. Það er stórkostlegur. Bjarni er aldrei spurður að þessu. Það er Bjarni, keypti þú Jón Gunnarsson til fylgis við Sjálfstæðisflokkinn með því að lofa honum hann myndi láta Vinsinn fá hvalveiðileyfi til 5 ára, er það rétt? Ég hef ekki heyrt að vera að spurða að þessu. Bjarni vill ekki koma hingað. Haldið að það er eitthvað staðar í heiminum þar sem hann er ekki spurður að þessu? Nei, þetta er nefnilega, þarna er Ríkisútvarpið svoleiðis gjörsamlega að bregðast skyldu sínum. Að láta alltaf eins og Bjarni Benediktsson sé bara jómfrú að koma ferska borðinu með enga sögu. Og sko annað kvöld, ég hef heyrt það út undan mér að annað kvöld, þá standið til, ég ætla bara að spoila það, að sko það ég gef einhverja gjafir. Að Ríkisútvarpið sé með eitthvað að frambjóðinir eigi bara að gefa einhverja gjafir. Bara hvað var að síðast? Knúsringur, hrósringur, eitthvað svoleiðis. Það gefa hún öðru gjafir. Nei, alvöru tala, Róm brennur og Ríkisútvarpið ætlar að vera hérna með strengja hljóðfæri sitt, bara að spila á fiðlu og segja við ætlum ekki að taka þátt í pólitík. Ríkisútvarpið er ekki að taka neitt þátt í alvöru umfjöllunum pólitík. En Bjarni er líka búin að vera með enn eitt nöldrið yfir því að Ríkisútvarpið sé svo vinstri sinnað og hann og Snorri Másson við vitum að það er taktík. Einheltispælingar, já, og Snorri Másson. Þetta er bara bull. En það sem að maður hefur fundið svolítið aðeins víkjum áfram frá þessum þætti í kvöld en þeir segja þetta þá kannski svona sniðugt að láta fólk vera að gefa gjafir. Ég er nú þetta er eitthvað sem þau fá sko. Hvað það er knúsleikur? Rakvél eitthvað þá Brynjar Olsson sponsor þetta er þetta ekki fyrir liðs? Við vorum þetta alltaf í gamla daga þegar við vorum með götublöðina þá vorum við alltaf með þegar að fóra að líða á jólum. Þá höfðu við alltaf sambandið ykkur sem höfðu verið að deila allt árið og böðum að gefa hver öðru jólagjöf sko. Það fannst að vera svona jólaandin að jáfnvel fjandmenn verða vinir á jólunum. Já, bara nefnaðurinn, það voru ekki pakkar. Nei, það voru ekki pakkar. Þetta var fallegt efni sem að var sko, fólk sem hafði verið að deila harkalega svíður árásum. Já, það er góðar samt svona huglegar gjafir að því að við náttúrulega erum bara stórkostlega móti svona aukinni neyslumenningu. Ég samþykki það ef við fáum pólitíkus að þeir geti sagt svona. Þannig að þið var ég ekki að frá þér með því að vera að reyða upp gamla jólagjöf. Nei, ég var bara að pæli, ég fór eitthvað að pæli hvað maður hefur svona fundið á það er sko andstæða sem og maður fann að raðirna voru að þéttast þarna í dag. Það er andstæðan við svona óhefta markaðshyggju í heilbrigðiskerfinu og í húsnæðiskerfinu. En samt ertu með Miðflokkinn, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkinn sem eru bara þarna. Já. Og þau ætla bara, þau vilja bara markaðsvætt heilbrigðiskerfi, markaðsvætt húsnæðiskerfi. En fannst þér að sannfærandi? Þú veist, það var svona meiri svo, þau voru að gagga einhvern veginn að sama. Sko. Gagga einhvern veginn og borga, ætlum við svo Bjarni þetta með að hver sjúklingur fái borgað með sér. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þetta er bara maður sér svona fljúgandi innantóma frasa. Já, til að þurfi ekki að segja meira sko. Þetta er bara þannig sko. Þegar við eitthvað spyr þá bara arður út af ríkispinningunum og eitthvað hann bara stoppar þetta til að fara ekki þangað sko. Sko þess að einkarekna sem borga sko arð af pinningar sem fær bara frá ríkinu og þá bara stoppar þetta með einhverjum svona en ef að kosningabaráttan væri kannski 2 vikur viðbót, þá kannski þetta svona skýrari munur. Og kannski erum við að fara að kjósa það, annars erum við getum fengið hægri stjórn Miðflokks, Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar. Eða eitthvað svona félagshyggju. En það er alltaf oft talað það ekki að menn kom ekki alveg svona hreint út með það, hvaða allir, það er svolítið svona allir að tala húsnæðismál séu ólestri en menn vilja ekki alveg kannski leggja spilin á borðið, hvernig Við Smári vorum einmitt á fundi í stúdendakjallaranum í gærkvöld og þar kom fram hjá Evu Önnu dóttur, prófessor, að hún vildi bara sem fræðimaður sjá stjórnmálaflokkana
koma með skilaboð fyrir kosningar, koma bara kannski ekki ríkbundnir, en henni finnst bara eðlilegt að íslenski kjósendur viti í hvaða átt flokkarnir eru að horfa, og ég mikið velt þessu fyrir mig núna fyrir þessa kosningar, hvort sko hérna til dæmis við getum talað að kannski ekki tveggja turnatal en hérna þeir náttúrulega hafa Samfylking og Viðreisn hafa mælst með mest fylgi og í sumum skoðanakönnunum nánast jafnt fylgi, og það hlýtur þá að vera slatta af fólki sem það er margt sameiginlegt með þessum flokkum, og það hlýtur að vera slatta af fólki sem ætla að ráðstafa atkvæði sín og annan hvort þessara flokka eftir því einmitt í hvaða átt þeir ætla að horfa, og það hlýtur að vera erfitt fyrir hérna kannski einhvern að greiða Viðreisn atkvæði í þeirri von að Viðreisn ætla að starfa með Samfylkingu og kannski einhverju vinstriflokki, og svo halli Viðreisn sér að miðflokki og sjálfstæðisflokki. Bara eigum við ekki bara kröfu á því að oddvitar flokka eins og Viðreisnar segja okkur. Þetta var Eva Heiðu Önnudóttir. Hún var að tala kannski ekki alveg bundin, en svona bara hún vildi fá leiðbeiningar. En Viðreisn hérna með spila opnast núna, og sérstaklega bara að halda því fram að sé með vinstri velferð og hægri hérna efnahagsmál, sem að þýðir eiginlega að eyða penningum en ekki að afla neinnan tekna, sem að þýðir líklega að þau ætla að reka ríkissjóð með einhverju stórkostlegum halla, svo segja þau ætla að selja sko ríkisjarðir og fasteignir ríkisins og Landsbankann, og svo eftir 2-3 ár þá eru búin að selja allar eigundar og þá þarf að gera eitthvað í þessu. Það fyrir bara á bísan. Já, í alvöru, þau eru mjög svona, og það er margir sem er að kvarta yfir því, og líka í kvöld, að það er eiginlega ekki þetta að vita hverju stefna þeirra í þessum málum. Þau koma einmitt út af, líklega eru þau með þessa stefnu að ef þú vilt vinstri, að þá getur haldið þessu vinstri, en ef þú vilt hægri þá getur haldið að vera hægri, þannig að þau eru leika mjög tveimur skjöldum, og ætla örugglega að gera það í stjórnarmyndunni, að bara hvor armurinn býður betur, kannski snýst það þú skal fara að vera forsætisráður eða ég veit ekki hverju þið náðu í gegn, því að þótt að þessi líkindi með Samfylkingunni og Viðreisn svona, við getum kallað svona frjálslyndi á svona amerískan máta, að það kann að vera eitthvað líkitið þar, að þá eru þau gerólíkum sko rótum pólitískt. Samfylkingin á rætur í hérna sósíaldemókratíu, en Viðreisn er bara nýfrjálshyggju flokkur, svona makrónistar einhverjir. Já, en hvað með hérna Píratana? Við höfum ekkert minnst á Þórhildi Sunnu. Hún er nú ekkert sérstaklega áberandi. Nei, það fór lítið fyrir henni, en hún auðvitað stendur sig alltaf mjög vel, hún Þórhildi Sunna. Hún kemur vel fyrir sig orði og hún er bara mjög svona skörp og klár og flink kona í því sem hún gerir. Ég tók eftir hún var alltaf svona bend á aðra kosti. Það var að tala að það var eitthvað annað en hérna sálfræði þjónusta, það var að leita eitthvað annað og var alltaf að benda á eitthvað svona aðra kosti. Eitthvað óljóst eða? Nei, ég lagði áslá það. Hún hérna, var að benda á, þurfum við að tala heilbrigðiskerfi, hvað hérna ýmis svona frjáls félagasamtök og hópar legðu mikið til. Sanna var líka að tala um það, svona ekki alveg með þessa grófu skiptingu, einkaframtakið og hérna, meðan allir Bjarni var bara með hennar risastóra, svona eins og Bjarni, eins og sjálfstæðisflokkurinn er ofta mikið sovjet, eitthvað bákn. Það er bara risastóri eini spítali sem allir eru sammála að sé ekkert sniðut að sé svona risastór og funkar ekki, og síðan kemur bara einkaframtakið sko, það er eins og svona sjálfstæðisflokkurinn með versta sko úr kaldastríðinu, bæði frá Bandaríkjunum og Sovjetríkjunum, svona mixa. Já, ég segi svona bara ef þú voru að spyrja mig. Það kom fram svona viðurkenning sem ég held að allir þú talar heilbrigðismál er búin að viðurkenna, að þessi tilhneiging sem að var að loka öllum spítulum út á landi og flytja allt saman á landspítalann eyðilagði að sumuleyti heilbrigðiskerfið, að sumuleyti var viðurkenning á því í samtalinu, en hins vegar engin lausn á því hvað þetta gera, því að þegar þú gerir eitthvað svona, þú veikir hérna hér að sjúkrahúsin, flytur allt hérna og hérna það er ekki svona fæðingadeildir eða það er allir bara fluttið suður og eitthvað svona, að það er svo erfitt að ná þessu tilbaka, að þetta er svo mikil verðmæti sem hafa verið eyðilögð. En þá kom þessu óheilindi Sigurður Inga sem bara táraðist yfir hvað Willum var í góður við sjúklingana, maður sá hann bara fyrir sér lappa eins og Óla Lokbráð gangana á litlum flosaskóm og Sigurður Ingi, hann kom líka bara með þessi svona rök tæknilega, því þetta er auðvitað ekki hægt að vera með þessi hátækni allstar út land, en það var ekki að tala um að vera með sko hátækni
fíkni allstaðar út land. Þú getur eitthvað flutt, sko, hann sagði eitthvað að hvort við láta skipta mjöðmáður hjá einhverju sem gerir það á 3 mánaða fresti eða svo sem hann gerir 4 í dag. Sko þessi sem gerir 4 í dag, hann máli, sko, við getum sett bara hjól undir hann. Hann getur bara farið á Akureyri og tekið mjöðm og farið svo Ilst og tekið mjöðm eða hvernig sem hugsað. Það má hreyfa starfsfólkið. Það svolítið vont finnst mér að fulltrúar flokkana sem að mæla stærstir í skoðanakönnunum, enginn þeirra náði að sannfæra neitt okkar það að það verði ekki hreint helvíti ef við verðum skyndilega lasin og þurfum að fara á bráðamóttöku eða lendum í slysi, að sko hreint helvíti sem blasir við okkur verði kannski haldið inn á einhverjum gangi innan grátandi fólk og hrópandi fólk og fólk sem svo kvalið að bara það hefst ekki við og þar á meðal kannski við sjálf. Mér finnst mjög skrítið að þessi bráðavandi sem fylgir bráðamóttökunni og skortur á heimilislæknum sé ekki meira ræddur þótt umræðan heilbrigðiskerfi hafi verið mjög góð. En af því við erum svo heppin að við erum stödd á þessari öld að með Facebook-opið þá er hér manneskja sem heitir Þorgerður Ásdís Jóhannsdóttir og hún segir til ykkar á rauðaborðinu núna er ekki merkilegt að þessi langi þáttur á Stöð 2 sem þið ræði nú myndist ekki einu orði á menntamál með heila stétt þriggja skólastiga í verkfalli 4 að tónlistarskólum meðtöldum. Jú, það er reyndar svolítið merkilegt. Ég hugsaði, ég var með lista, það var ekki talað, því þú voru að tala heilbrigðiskerfi, það var ekki talað fíknivandan, það var ekki talað mentakrísuna, ekki talað náttúrulega ekki loftslags og umhverfismál, náttúruvernd. Hefði það ekki bara verið fínt að ræða það í staðinn fyrir lyktar problemið, umræðuna og sketsana og allar spurningar? Ég finnst þetta komið, hvað er þetta kallað, TikTok-væðing stjórnmálanna? Þetta komið aðeins svo langt, sko. Þetta með vængina og þetta komið þarna inn í þetta og þetta er allt og stórt, sko. Sko, Sigmundur Davíð sagði þetta nú, hann skaut þessu þannig að það væri nú bara verið að búa til TikTok-vídeó þarna. Þeir voru að búa til þarna eitthvað spagetti það var hann eitthvað og meðan að ég var ekki bara Sanna sem var að tala eða eitthvað svona, hann sagði, hér er nú bara verið að búa til TikTok-vídeó og ég og þá hugsaði ég svona, hvað ætla hann eigi við, en var hann að tala þetta, þetta væri svona æft og væri verið að klippa niður í. Það var vandinni, ég vissi aldrei hvað hann var að tala Ég fannst Sigmundur Davíð eiga óbúslega vondan dag og við náttúrulega erum búin að sjá hann vera að falla í skoðanakönnunum mjög bratt og mér finnst þessi tilraun hans fyrirlitleg undir lokin að stela þættinum inn í útlendingaanduðina, mér finnst hann fyrirlitleg og já, ég tek undir það sem að einhver sagði en ég fagna því að það var eiginlega enginn sem tók undir hana en þó Bjarni Ben ekki alveg undanskilinn. Hann daðraði aðeins við þetta. Já, og þau hafa gert það í þessari baráttu Sjálfstæðisflokks. Já, en ég var svo svona gera allan að minna því í kvöldheldur. Já, þetta var óþægilegt svolítið, sko, nú er ég bara svo ofboðslega meðvirk að ég fekk alveg illt í hjarta, ég vorkenndi svo Sigmundur Davíð þegar hann let út úr sér þessa vitleysu og einhvern veginn allir horfðu á hann svona eins og hann væri svona fullifrændin í fermingarveislunni og þú veist, þetta var alveg svona skelfilegt og ég hugsaði svona, kallinn svona langaði að einhvern veginn svona klappa honum á kollinu og segja bara herðu, þú veist, þú getur betur. Komum bara heim. Já, farðu bara heim. Það var að segja þessi 3 ár og 3. árið og eitthvað, það var að halda fram að meiri hluti fjölgunar í þjóðinni það verið hælisleitendur og og bara húsnæðisvandan væri tilkomin vegna hælisleitenda. Úkraínustríð, bara þú veist, þetta er aðeins of ódýrt. Það var ekki talað varnarmálin, ekkert friðarmálin, það var heldur ekki utanríkismál. Það er bara svona, en hann náttúrulega TikTok-væðing stjórnmálanna Sigmundur, þetta er náttúrulega bara eitthvað TikTok-týpa sem hann er að leika. Hann er ekki að leika svona stjórnmálamann í alvörunni í þessu þáttum, sko. Nei, hann er svona reyna að vera svona Þetta var búin að missa sig svolítið. Já, mista hann En mista hann af þetta umræður unga fólk sem komið hingað við rauðaborðið voru að kvarta yfir því hvað þessi stjórnmálaflokka væri að framleiða mikið einhverju rusli, TikTok-rusli þetta er fólk sem er að fara að kjósa í fyrsta skipti, það bara þráir alvöru umræðu og þau voru bara byrjuð að takast á mjög mikilvæg mál, einmitt kennaraverkfallið, aðferðirnar, það að standa með kennurum í sjálfu sér í verkalýðsbaráttunni en hvort þetta væri rétt aðferð og bara svona
tilbúin í slægin sko og fá svo þetta spagetti rusl sko. Það sko eins og einmitt að fólk áttar sig ekki á því að ungt fólk ekki vitlaust og það sé alveg hægt að tala við það bara eins og fullorðið fólk. Það kannski veit ekki allt en það veit ekki allt en það nefnilega óbúslega tilbúið að læra og skilja og það svona mér hefur þótt ungi sósíalistar þótt þau reyndar á TikTok standa sig mjög vel hvað þetta verðar af því að þau einhvern veginn svona köttuðu krappið þarna bara eiginlega í upphafi og svona svolítið svona steittu nema framan í þá flokka sem voru komnir í þessa fróðu framleiðslu þarna á þeim vef. Heyrðu meira úr beinni útsendingu af Facebook Kristín Erna Arnardóttir hún segir það var hryllingur að horfa á hana þátt skil ekki hvað Heimir Már að pæla þannig að við erum augljóslega ekki alveg ein á báti með okkar skoðanir og svo segir hérna Björgvin G. Sigurðsson fyrrum ráðherra þau voru skínandi góð en Kristrún og Sanna báru af þannig að það einhver samhljómur sem ég reykir en mér fannst reyndar sko ég horfði á þetta því að það var svo glundróði stundum og Heimir stóð þarna og gerði svona ekkert í því leyfði þeim bara, þú veist, þetta er gott sjónvarp maður heyrði hann bara hugsa, gott sjónvarp og þá segi þú veist, ég meina nú samt eiga það á Stöð 2 að þeir ná að vera svona þetta getur orðið svona hjá Stöð 2 sem það getur aldrei orðið á Ríkisútvarpinu afslappara og mér þykir Heimir Már mjög skemmtilegu sjónvarpsmaður bara svo þessi tekið fram formþáttarinn sem að drapa hann ég held að hafi ekki verið getur verið að vera þessi titlingsformgerð þarna hann nei, ég bara þýða frá frönsku sko, ég hef aldrei sagt þetta á íslensku það er svona hvernig fannst það að ganga? Titlingsformgerð ég fannst aðeins svo gróft, ég verði ekki að það ég bara byggst á velvirðingar það kemur meiri nálag ef þú ert að horfa yfir sko, heldur að þú gerir svona eins og RÚV gerir sko ég held að þetta sé skemmtilegra það kemur lífilegra sjónvarp og stillir fólkinu svona aðeins á móti hvort öðru þannig að fólk sé ekki alltaf bara að tala út í tómi sko. En ég var svolítið að hugsa þetta spagetti dæmi þarna með marshmallow og sigurbúðum og því sko að hvort og mann hefði ekki fundist hvort mann hefði samt fundist það svolítið skemmtilegra ef það hefði verið sko svona ennþá þéttari umræða, kannski ennþá meira á dýpi jafnvel, það var þarna tilraun til að fara dálítið djúpt hefði verið ennþá meira dýpi og þá hefði og þetta hefði verið jafnvel ennþá meiri fíflaskapur sko, svona bara maður hefði svona síðan lengra, mér hefði fundist það má líka tala málefni yfir fíflaskapnum sko, það líka bara, það ákveðin list sko. Mér fannst það klikka hann að láta ekki Sigmund og Sigur Inga vera saman að búa til eitthvað hann var sko, það var dauðafæri sem það tók ekki í vítaspyrnunni sinni ég meina, og bara svara spurningum á meðan þeir fóstbræður hann ég var samt að gefa þeim að eitt atriði í þessu var mjög afhjúpandi fyrir ekki bara stjórnmálastéttina svokölluðu, heldur okkur öll. Það var þetta dæmið þarna með vondu lyktina. Það er einhver samstarfsmaður sem að lykta rosalega illa og það þarf einhver að tala við hann. Og það var þarna fólk sem að bara sagði, já, ég bara segja honum að það sé vond lykt á honum að hann þurfa að fara í sturtu og þú veist að gera eitthvað svoleiðis og sem bara væntanlega rétta viðbragðið. En svo bara hellingur af stjórnmálamönnum með mikla reynslu sem fóru bara að segja einhverja svakalega dæmisögur og bara vildu alls ekki ræða það við hennar mann, það væri vond lykt á honum heldur þurfti hann einhvern veginn sjálfur að kveikja á perunni. Mér fannst það kristalla svolítið vandans bara sem að við höfum staðið í sem samfélag núna hérna upp á síðkastið. Voru þetta, ég misti þessi atvinnuviðtöl. Að það að segja meiningu sína og það að segja hluti sem að þarf að tala við höfum bara einhvern veginn farið allt og mikið í kringum þá. Þannig að sko sumt í þessu dæmi var að virka. Var enginn sem að fór semst bara til hans og sagði? Jú, það voru einhverjum. Bjarni var ákveðnastur. En hérna það var nokkuð sem smáði bara beint út. Einhver vildi fara með hann í sund og einhvern veginn gefa honum Bjarni sagði bara vildi bara baða fölskum fórsetum, það er ræðilega ljótt. En við Smári bjökum við þetta í tíma að vinna með manni sem lykta alveg ofboðslega og þetta var mikið vandamál og sérstaklega sólin skein og það tvöfaldaði slikt inn eða meira og þetta var vandamál og ég hérna var trúnaðarmaður og ég talaði við mennina og sagði að ef þið fjallaði ekki manninni, ekki eitthvað í þessu, þá munum við bara leggja niður störf og bringja bara í hollustuvernd. Þetta er ekki hægt lengur og þetta var búið að, sko, menn voru búin að ýta þetta svo undan sér alveg mjög lengi og þegar ég bara stappaði niður hann og
í valdi mín sem trúnaðarmaður, þá væri ég bara fram á það, eitthvað gert. Og við með það sko í skyrtuna það var svona vikurhringir, ekki árhringir eins og trjánum, heldur vikurhringir sko. Það var mjög slæmt þegar nýr svitablettur leyst upp gamla. Oh my god. Það var alveg svakalegt maður. Svo annars þannig starfað sko, menn þurfti að svona sitjast svolítið við hliðina á hann. Þetta var mjög erfitt. En hvað segir kostingarnar? Núna er eiginlega kostingabaráttan að verða búin. Það er samt slagur eftir. Maður sér að sko menn að teygja sig hérna og margir hérna, ég segi að Guðlaugur Thor í mikilli baráttu, hræddur að Diljá Mist komist ekki inn á þing. Á Diljá Mist líka, ég er búin að sjá hana líka. Já. Ég sé að þau eru tvö hérna, framsóknarmennir í Reykjavík, Ásmundur Einar og Lilja eru bara berjast fyrir lífi sínu. Alls konar listamenn. Þetta kemur reglulega fyrir. Hérna, listamenn fara svona að borga stuðningsinn með stuðningsyfirlýsingum. Þetta gerist líka hérna með Katrínu Jakobsdóttur 2013. Þá var hérna komið kvikmyndagerðarmenn og fleiri. Það er núna óböru fólkið er búið að koma og með skilst að sé vera að ganga og kvikmyndafólkið að koma með stuðningsyfirlýsingu við Lilju. Já. Og byrju Ragnar Kjartansson var í dag með... Já, ég var næst farin að skrifa. Byrju, hvar er auglýsing Ragnars Kjartanssonar sem alltaf kemur fyrir hérna, þá datt inn einn? Það Vinstri græna því. Hann segist það vera krónískur. Hann eiginlega afsakar sig. Hann segist það vera krónískur kjósandi VG. Það ráði ekki við sig. Ég var aðeins að velta þið fyrir mér sko þegar ég var að skoða líkamstjáninguna hjá Svandísi Svavars. Hún er náttúrulega dóttir pappa síns. Og þetta er náttúrulega örugglega ansið þungur kross að bera. Að vera formaður flokks sem að mögulega er að þurrkast út af þingi sko. Með hennar sögu, hennar arfleifð. Hún hefur ekkert verið áberandi í þessari kosningabaráttu, bara alls ekki sko. Nei. Kannski svona framan af hana. Jú, ég mann Stefáni Einari þar var hún óbúinlega skeleg og fín og hún einhvern veginn svona snýra niður í stólnum hann bara svona jafnarðan. Já, en svona Ég er bara í svona fréttum eða þetta er svo erfitt, flokkunni er bara mótindurinn er svo mikill. Þetta er trista sig út úr húsi. Það byrjuði náttúrulega mjög illa þarna með að neita að taka sæti í starfsstjórninni. Ég held að það hefði verið það var eitthvað veginn ósíð, það er svo erfitt að útskýra það sko. En hvar er allt þetta ósagða? Heyrum við það bara eftir kosningar? Það var alltaf sagt að maður einhvern veginn myndi heyra kannski hvað kom upp á, hvað olli því að þau vildi ekki vera í þessari stjórn og síðan kom með Jón Gunnarsson þetta njósnafyrirtæki að það voru svo margir sem sögðu þetta nú eitthvað dularfullt og við eigum eftir að heyra virkilega hvað býr að baki. Hafið þið það er ýmis svona Mér langar að svara þessu. Ég held að Bjarni Benediktsson hafi sko lesið herbergið svo kolvitlaust að það hálfa væri nóg þegar hann blíðist til kosninga. Hann hélt að Sjálfstæðisflokkurinn myndi fá vel yfir 20% ef hann myndi sprengja á þessum tímapunkti og ég held að það veri aðalega vegna þess að hann hélt að sjálfsín vegna sem áframhaldandi formaður sem hann langar augljóslega til að vera, hún finnst þetta ekki vera búið, þá ætlaði hann að leiða Sjálfstæðisflokkin áfram til valda með 20% rífa Vinstri græna af sér sennilega þá að daðra með miðflokkin og Sigmund Davíð sem að hafi mælst með ansi mikið fylgi. Allt þetta fyrir vaskinn. Ég held að ríkisstjórnin hafi ekki farið á neinum prinsipum hann í lokin þótt að hafi verið auðvitað rígur út af fatlaða drengnum og því sko þeirra atburðarás. Ég held að hún hafi bara sprungið vegna þess að Bjarni ákvaða sprengjana vegna þess að hann ætlaði að halda áfram með fólki sem er líkar á honum og hann hélt hann gæti það. En samkvæmt öllum tíðundum og skoðanakönnum sem orðið hafa þá verða úrslitin núna helgina dramatísk, drastísk, brútal, litlir flokkar sem áður skoruðu gríðarlega hátt og hérna bara er að þurrkast út og einhvern veginn allt getur ennþá gerst en samt trúir maður því ekki. Maður trúir því ekki að það sé að gerast fyrr en öll atkvæðin hafi verið talin eða líður ykkur ekki svolítið þannig líka? Jú, ég er svolítið þar sko. Ég á eina vinkonu sem að notar svona chatbotta til
bara Ýmis Brooks og Hvað hún, það er svona hérna, hvað er þetta, svona chat GPT hérna, þessum gervigreind, einmitt, takk hérna, hún sem sagt spyr þennan vin þarna í tölvunni sinni hvað hérna hann sjá fyrir sér, hún hérna dælir inn einhverjum gögnum og kosningabartunni og hérna og fær svo út sko líkan sem við þykir svolítið áhugavert. Þar er Viðreisn spáð 8% og hérna en Sjálfstæðisflokknum 22%. Þetta kannski hafa í tátt bara með svona Já, það er mjög fyrst að skemmtilegt og hérna, þetta var ný sýn. Já. Ég er náttúrulega líkur á að þetta verið mjög söguleg niðurstaða. Já, maður vona það. Það er bara hannig og ég hérna þetta er rétt hjá Birni að sko annarkvort fekk Bjarni bara svona vond ráð. Það er svo gaman að þessi hægri podcast sem er svo mörg að þau gefa mér svolítið innsýn inn í þessi bakarbyrgi og þar var það, hann var varla búinn að halda blaðamannafundi þegar hann var talað að hann hefði einhvern veginn stólið frumunni og einhvern veginn ótrúlega sannfæring það að hans brendi ríkisstjórnina myndi lyfta Sjálfstæðisflokknum og sem að gerði þetta ekki. Nei. Og þar var líka svona hugmyndum að kosningabaráttan það myndi snúast innflytjendamál og miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn myndi bara, ég held að vera að gæla við bara hreina meirihluta og eitthvað ótrúlega svona einhverju óskhyggja hérna hægra megin hérna hvernig hlutinni gerast og minnst að koma í ljós í kosningabaráttunni að það fólk er ekkit vel tengt samfélaginu eins og það var haldið Þau búið bara í svona góðsögulegum heim og þetta er bara vitlaus góðsaga. Almenningur spurður og þá var bara sárafáir einhvern sérstakann á þessum málum og hérna, það er eitt sem hefur afhjúpast í kosningabaráttunni að hægrið er einhvern veginn bara lost og kannski ekki undra að það sé að splundra svona. Það er svakalegt rof á milli þjóðarinnar og stjórnvalda. Það er nú svona sem maður heyrir bara aftur og aftur og áhuga á spillingu líka, þú veist, og svona þessum fyrirgreiðslu, innherja einhverju. Það kemst ekki til umræðu í þessu þáttum. Sérstaklega ekki á ríkisstjórn. En vita menn ekki bara það er ekki hægt, þú veist að það er hluti af spillingunni, það er að koma vel fram. Það er hægt að skrifa heilu bækurnar á spillingu. Nei, en ég er að meina, eru menn ekki svo verseraður í að svara spurningunni. Þú getur ekki spurt lígar, ertu lígari? Það er eitthvað meðvirkni í öllu þessu, eins og til dæmis hérna sem að senda inn hérna með kennarana. Það er svo mikið meðvirkni að það er litið á að það sé bara komi í stjórnmála fólkinu svo illa að spyrja kennaraverkfalli að því að það nú þeim að kenna raunverulega og eigum við að vera pínar á þeirra en einhvern veginn að svara að þeir eru að fara í kostningar með kennaraverkfall og eitthvað svona, þetta er óheppilegt og eitthvað svona og þá er það bara sleppt, það er sleppt alls konar hlutum sem þú veist, að því að það er allt og mikið það hérna, sko, fjölmiðlafólk og stjórnmálafólkið lítur svo á að það sé í sama partíinu og að sömuleyti litar þetta líka umræðina, það er að vera að velta fyrir sig hverjir eru nýjir að koma, muni ekki upp á kosningabaráttunni, það voru bara fjölmiðlafólki að kynna sko nýja fólkinu sem það átt að fara að vinna með, þú veist, nýju frambjóðutunum, þetta er bara ekki gott hérna. En líka þessi áhersla á allir að vera svona einhvern veginn vinir og finna mennskuna og auðvitað eru allir sammála því það vill engin hörku og eineltis og ofbeldismenningu í stjórnmálum, það er alveg ábyggilegt og menn vilja meiri samkennd og svoleiðis en einhvern veginn mist samt eins og þessi einhver ótti við átök eins og það sé ekki eðlilegt eins og allar breytingar sem við höfum sem sagt knúið í gegn í okkar bara okkar menningu eru fengnar með einhvers konar átökum en það þýðir ekki það að það sé ekki hægt að finna niðurstöðu þannig að það er einhvern veginn svona Það er fólk með ólíka stjórnmálaskoðanir þetta hvessir oft á milli þess en það er ekki sem sagt persónulegt ekki að var ekki allavega ég veit ekki hvernig það er núna alveg sé verið annað en það er fólk tekst á ólík sjónarmið og jafnvel lætur eitthvað stór orð falla en svo kannski hittast bara kaffe eftir. Oft látið eins og stjórnmálinn séu þannig að raunverulega erum við öll að stefna sama marki, það bara er ekki þannig. Hægrið og vinstrið er bara ekki að stefna sama marki. Hægrið er að stefna því að þeir sem að hafa það gott, þeir stýri samfélaginu. Vinstrið er að þeir sem að þóla óréttlæti samfélagi sem verið réttir við og þeir fá að ráða hvernig samfélagi verið til. Við erum ekki að stefna því sama. Og ef það er búið að TikTok-væða ríkisútvarpið, sem fær 6 milljarða af almannafé
án þess að við séum spurð, svo 2 milljarða ef við búta auglýsingatekjur Ríkisútvarpsins drepa einkarekna fjölmiðla, kæfa þá niður. Ef Ríkisútvarpið er búið að taka þátt í TikTok-væðingunni vegna þess að þá vitna ég aftur til þessa þáttar sem við horfum á daginn og við vonum að standið sér betur annað kvöld, en við erum ekki bjartsýn eftir að við fengum upplýsingar það að frambjóðunir séu að fara að gefa hver öðrum einhverja gjafir og síðast þurftur að hrósa og knúsa og eitthvað svoleiðis. Ef þetta er þannig, þá verðum við bara að segja, við verðum bara að bera út útvarpsstjóra og þetta lið sem á að sinna eftirlits- og aðhaldshlutverki Ríkisútvarpsins, því að það er margt frábært í Ríkisútvarpinu. Nú er ég bara að tala aðhalds- og eftirlitshlutverki, því að svokallaða varnarhlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins í því að upplýsa almenning með alvöru hætti fyrir kosningar. Kristrún Heimisdóttir, sem við mörg vitum hver var nú einu sinni mikil stærð. Sjónvarpsumræður stjórnmál, segir hún núna, eru núna á Íslandi smættaðar í samkvæmisleiki, trúðslæti og allra handa vitleysu. Hún er að skrifa þáttinn í kvöld. TikTok, ekki góð fyrirmynd í norrænu lýðræðisríki. Djókið er dapurt, umræðan uppleist, engin vitrari neitt sem máli skiptir. En hvernig var ykkur Heimir? Mér finnst Heimir alltaf skemmtilegur sko. Ég kann bara ansi vel við hann Heimi. Við vitum að þetta er svolítið erfitt líka stjórnum svona stóru þætti. Þetta er svo hann var ekki með TikTok-hlutan sko. Hann var að reyna að halda umræðinni. Ég vissum að hann fekk engu ráðið TikTok. En það er eitt sem að það er ekki hvað auglýsingar voru í þættinum. Hvernig var þetta stjórna umræðum? Ég var svolítið hrifin að þessu hvernig hann léti þetta bara ég líka. Þú veist, hvað ætlar að gera? Og þetta er ógeðslega erfitt. Þetta er svo erfitt að það hálfa væri nóg. Þannig að gefum hún bara kredit. Það er svolítið gaman líka þegar maður lyfta rífast. Hann mætti á svæðið og hann ætlaði að tala málið sem að kannanir hafa sýnt að almenningu vil tala og mér finnst það bara aðri mættu taka nótis af því. Já, líka hann fór ekki á taugum þótt einhver væri byrjaðar aðeins að takast á, að því mér finnst það fjölmiðlega hann var reyndasti maður á svæðinu sko. Já, það má alveg takast á en svo bara erum við friðsamlegu. En hvað segir með okkur? Eigum við ekki bara bara að hætta þessu? Bara heim og svo við fáum ekki leið og það er hellingur eftir á dagskránni. Já, það er alveg fullt, það er nú framundan Má ég veit að þú ætlar að kynna þetta, en má ég sérstaklega mæla með því að áhorfendur og hlustendur kynni sér stórt viðtal við Sigríði Þorgeirsdóttur, heimspeking. Af því að þú veist, við vitum það, við sem tökum viðtölin, við vitum það hvenar okkur finnst einhver galdur gerast. Það er kannski eitt af hverjum 5 eða 10, 20 viðtölum, en galdur gerast í þessu viðtölum. Nú er gaman. Ég ætla að fá aðeins að lyfta því. Þátturinn endar á spjalli ykkar Sigríðar Þorgeirs og svo fórst út á götu að tala við þvældist bæinn. Svo kallar götublaðamaður. Ég fór í Skeifuna klukkan 4 í dag og það var ævintýri. Var ekki kallt? Jú, það var hræðilega kallt. Ég var reyndar svolítið góðan galla. Ég var vel klædd. Það er til kenningar það að kosningarnar ráðist í Skeifunni. Nú, já. En ég talaði við leyendasamtakarna Yngva Ómar með þessum getið þið svona, voruð þið búin að fatta upp á því hver fekk verðlaunin í húsnæðismálunum? Já, hver fekk fyrstu verðlaunin? Og Flokkur fólks númer 2. En það var mjög gaman að fara yfir það, sko, af hverju, ekki bara listaðu upp heldur af hverju raunverulega leyendasamtökin. Sjálfstæðisflokkur fekk skammaverðlaun. Já. Þau fóru algjörlega í skammakrókin. Ekki verður þetta kosningar sem er uppað því að Sjálfstæðisflokkurinn mun ekki vera við völd hérna næstu 12 árin. Já, og það er bara komið svolítið gott. Mín skoðun er svo að það þyrfti að hvíla hann í 3 kjörtímabili til þess að losa þessa baneitruðu blöndu, eignatengsla, þrýstings, vondra sjónarmiða og stjórnmálana. Hann getur verið að gera ýmislegt annað bara. Hana nú. En sko, það er líka fólk sem er tilbúið til að taka við. Það er unga fólkið, það er bara eins og svo ég nefnum líka örstutt viðtal við Sögu Unnsteinsdóttur hún býr á Stöðvarfirði og vinnur á Neskaupstað og er í 3. sæti á lista sósíalista í Norðausturkjördæmi og hún var bara mjög svona spennt fyrir pólitíkinni. Það er hressandi að heyra eitthvað sem bara finnst stjórnmálin vera ennþá skipta máli og það bara skipti máli að kynna sér málin og pæli.
en það skiptir máli að ræða saman. Við höldum okkur nú við það. Takk kærlega fyrir að koma hingað eins og því komi nú oft, en vera hérna og horfa á allan annan þátt já, horfa á allan annan þátt og tala svo saman. Gunnar Smári Egilsson, Björn Þorláksson, María Lilja Þrastardóttir Kemp og Sigurjón Magnús Egilsson. Takk fyrir, og Pétri Fjellsteð tæknimanni, þakka ég kærlega fyrir að senda okkur til ykkar, og hlustendur og áhorfendur, við þökkum ykkur náttúrulega kærlega fyrir líka og senda skeytin í þáttinn. Það var svolítið, já, þjóðasálin, það var mjög skemmtilegt. Við erum alltaf að reyna að hafa virka og gagnrýna opna samræði við Rauða borðið. Ég heiti Oddný Eir og takk fyrir í kvöld. En ekki fara langt, við höldum áfram, já. Við þurfum djúptækar breytingar, raunverulegar breytingar. Sósíalistar hafa sýnt að þeim treystandi til að breyta. Sanna Magdalena sá fulltrú í borgarstjórn sem flestir borgarbúa treysta. Hún talar máli þeirra sem óréttlætið bitnar harðast á. Sósíalistar hafa endurreist verkalýðshreyfinguna með nýrri forystu Eflingar. Sósíalistar stóðu að mótmælunum gegn Íslandsbankasölunni og kröfðust afsagnar Bjarna Benediktssonar. Sósíalistar stóðu að endurreisn leigjendasamtakanna, svo nú ómar rödd leigjenda. Sósíalistar hafa breytt umræðunni, meðal annars með samstöðunni. Sósíalistar hafa sýnt að þeim treystandi til að breyta því sem þarf að breyta og þeir hafa betra plan fyrir Ísland. Breytum Alþingi, kjósum Sósíalistaflokkin XJ.